hesthúsið. Góðan daginn. Góðan daginn. Nú, loksins erum við komin. Loksins? Búin að vera lengi á leiðinni. Það er búin að taka 7 ár. Nefnilega, sko. Það var svo mikið snjó. Já, nákvæmlega. Heiðarnar ófærar. Það er alltaf ófært. Hvað segirðu? Ég er bara eiginlega orðstaf eftir kerið afleikara. Það er svo flott. Heiðu, takk. Og það sést greinilega, það varst þú sem að gerðir, designið á húgarðið. Já. Ég hafði nú reyndar fínan arkitekt með mér, sko. En við erum góð saman, alveg, definitely. Heldur betur. Ógeðslega gott. Já. Til hamingju, byrjaði því bara. Takk fyrir það. Takk. Herðun, ertu til að sýna mér svona hesthúsið aðeins? Já. Áður en ég spyrði þig alveg út í hitt og þetta. Ok. Hérna bara komum við inn í, hérna bara leggjum við á og, jafningaðstaða og baðaðstaða og svona hitaperur. Hérna er Barbara Vensl, yfirþjálfari, að undirbúa. Alltaf fullu. Alltaf fullu. Þannig að, hérna bara, hérna gerist þetta allt. Já. Eða byrjar að gerast. Svo er Svo þetta hérna er reiðsvæðið. Gríðarlega gott í þessum landshluta. Ekki sko. Herri, svo sé ég hérna fyrir aftan þig. Hvað er þetta með hérna? Þetta er nýjasta græjan. Vatnsbretti frá hérna Formaxi. Þetta er bara algjör snilld þetta tæki. Þvílík snilld. Og notar þetta mikið? Já, við notum þetta bara, töluvert mikið. Og herri, hvað er komið í brautina núna? Heyrðu, þarna er Barbara með hérna hrissu á 5. vetur, sem sagt úr minni ræktun. Hún er undan Sæ frá Bakkakoti og Njálu frá Friðheimum sem er fyrstu verðlauna klárhrissa undan hrynjanda. Og þetta er bara ofsalega mikil gæðingur þessi hrissa sko. Og bara alltaf að vaxa og bæta við sig sko. Hún er fædd þér? Hún er mér fædd, já. Mér fædd og bara stefna hann aftur með hana í sýningu í vor. Já, hún sýnd 4 vetra. Var sýnd 4 vetra og fekk mjög flottan dóm. En Lilja, hrossin þín eru kennd við hof? Já, hof á Höfðaströnd. Ræktunin er frá hofi á Höfðaströnd, já. Og hvenær byrjar að rækta? Sko, þessi elsti árgangurinn er eiginlega á 6. vetri bara, myndi ég segja, já. Svona sem eitthvað fer að koma út úr. Já. Svona eitthvað svona skipuleg pældræktun, sko. Og já. En varandi þennan bóndabæ sem að hof er. Já. Af hverju hof? Af hverju hér? Á hjara veraldar. Já. Á túndrunni. Já. Sko það er hérna bara fæddist pabbi minn og ólst upp og þetta var bara jörð ömmu minnar og afa og ég var hérna sem krakki mikið og afi var hérna með rosarækt og var mikill hestakall og bóndi náttúrulega líka en ég veit þetta bara togaði svo mikið í mig ég bara sko Baltasar vildi alltaf eignast svona eitthvað sveitabæ og hann var alltaf að toga mig svona austur fyrir fjall í þetta típiska við vorum alltaf að fara á margar ferðir að skoða jarðir fyrir austan svona sem er í þessum þægilega klukkutíma eins og hálftíma fjarlægð frá Reykjavík sko. Já. Og ég hummaði þetta alltaf fram að mér sko og læddi því alltaf svona en hof og hann bara ert að grínast í mig bara glöðleimdi því þetta eru 4,5 tími í burtu frá bænum og bara bara ruglu sko. Svo bara svo svona þær mundir að þá frétti ég að fyrirverandi bóndi sem sagt er í söluhugleiðingum sko. Og þá svona upp úr því að þá bara small þetta bara. Hvaða ár fórstu að hóla? Ég byrjaði 2006 á Hólum á fyrsta ári og kláraði tamninga próf og þjálfarapróf. Og segðu mér aðeins með hestana sem er inn í húsi. Já. Hvað er hvað? Já, ef við bara byrja á byrjunni. Byrjum á byrjunni. Þetta er hann Gráblísi minn. Þetta er hann heitir Grámann þessi og hann er á 4. vetri og hann er undan Sefju frá Úlfarsvatni og
Hágangi frá Nærhústum. Á Og hann fjórða? bara, já, hann á 4. og bara í tamningu hérna og þjálfun. Já, þið takið líka í tamningu. Já, Fyrir. já, en þetta náttúrulega mín ræktun, sko. Já, Þú veist þetta. En þannig að hesthúsið fullt af hestum sem annars vegar bara mín hross sem að ég að rækta. Og svo fyllum við upp í plássin sem eru auð með því að taka, þú veist, utan að koma til hross í tamningu og þjálfun. Þannig að, já. Og hérna Grámann. þetta Grámann. Þetta hann Grámann. Og það smá blesa á honum. Það smá blesa á honum. Þetta snillingur. Já. Algjör. Mætur með henni í brautina svolítið. 2 ár. Já, 2 ár. Geði 2 ár. Þessi hérna undan kappa og fyrstu veluna klárhessu undan Hrynjanda frá Hreppunum. Já. Hún alsystir Njáls frá Friðheimum sem að Henni Braga búin að vera að keppa á og gera góða hluti á. En hann undan kappa. Þessi undan kappa. Hvar kappi sjálfur? Kappi sjálfur, pappin hérna. Og hann bara við hliðina á honum? Já. Og þeir eru alveg nákvæmlega eins, frækarnir. Hei. Hopp. Hann svona stór upp á sig, sko. Þetta kóngurinn, skilur við. Já. Og bara, what? Hann dúnar slagur. Ætlar þú ekkert að, nei, hann vill ekki draga það. Hann að hvíla sig. Já, hann bara, þú veist. Við tökum hann á eftir. Já. Hann vant við látin. Já, nákvæmlega. Hérna þennan á Baltasar. Þetta Róðasonur frá Múla, frá Hafsteinstöðum, þessi klár. Já. Bara hörku 5-gangari. Alvöru töltari. Já, 5-gangari mjög ofsalega vakur og flottur keppnishestur. Já. Barbara búin að vera að keppa hans á honum og fleiri frægir keppnisjaxlar sem að hafa tekið þennan. Þegar að Hafsteinsstaðir nefndi þá það ekki bara sigursinnir? Já. Það ekki? Já. En Baltasar á hann, ekki Baltasar svolítið spennufíkill til hann að gefa hann hespa? Vill hann ekki fara hratt og öruglega? Jú, hann fílar það alveg. Já. Ha? Þannig að þetta svona ekta fyrir hann að vera á... Hann vill svona rýmisgræjur, sko. Alvöru hjálp. Já, svona rýmistúttur, sko. En hvað með hann? Hann að ríða svolítið út þegar hann kemur í land? Já. Svona eins og sjómenninir. Já, eins og hann kemur í land. Já, hann bara núna í vikunni þá var hann rosalega duglegur og reið alveg heilmikið út og það finnst hann náttúrulega bara geggjað, skilur við, þú veist. Svo góð slökun í að ríða út. Hann skotist bara til að ná í edduna og beint á bak. Beint á bak, já. Nákvæmlega. Það snillt. Já. Það er bara svona besta sem hann gerir, það er bara hespa. Já. Og gera bíó. Og gera bíó. Ok. En segðu mig, hvað uppáhaldsstrippið inn í húsinu? Þar sem þú bara... Maður gerir ekki upp á móði milli barnanna sinna, sko. Já. Nei, svona sem þú bindir eins og hún í dag, þetta er efnilegast í dag. Hvað myndur þú segja það væri? Þetta er alltaf erfið spurning í febrúar. Það er ekki hægt að svara þessu, sko. Þú verður svo hóvar. Já, það er best að láta verkin tala, sko. Nákvæmlega. Eins og við hefum gert í þessu hesthúsi. Þetta hesthús er bara það sem að maður sér núna. Ég hef ekki séð neitt svona hesthús áður. Þú ert með stallana hérna. Já, þetta er bara steikt. Já. Hér er bara svaka flottur fóður fyrir hegi. Já. Og við hliðina, hvað er... Þetta er hérna Seriós-skálinn, sko. Þetta er hérna, þú veist, fóðurbætis, já. Ég bara náði í salatskálina mína og bjóti mót, sko. Þetta er ekkert flókið. Nei, þetta er ekki flókið. Maður bara nota það sem maður er til. En þú hugsar rosalega mikið í litlum dítel. Já, maður verður bara... Þú hugsar verkið, þú byrjar það alveg til enda. Já. Það þýðir ekki að byrja á þessu nema maður, sko, sé búin að úthugsa, þú veist, allt, frá A til Ö. En hér var minkahús. Já. Og hér eru uppistöðurnar úr því. Já. Og síðan hvað, þú er... Sko skélin, þú veist bara þakið hérna útvegginnir. Já. Það er bara leifar af gamla húsinu sem var hérna. Já. En svo, sem sagt, tók ég þetta hérna upp, sem sagt.
Og þetta er náttúrulega alveg æðislega loftræsting. Þú veist, það er bara svona náttúruleg loftræsting í húsinu. Já, engin við það er bara svona gluggar undir þrýstingur. Já. Þú veist, lofti kemur hérna inn litlu gluggana og svo fer það bara út hérna uppi, sko. Þannig að það er aldrei, þú veist, loftskiptin verða alveg bara... Það er ekki þungloft hérna? Nei, við erum ekki að tala um ammóníaksfílu. Nei, ég er alveg saman því. Hvað með keppnismálið þér? Já. Ætlar eitthvað að keppa núna á næstunni? Já. Maður er alltaf eitthvað að rembast við það, sko. Já. Og hvaða keppni næst? Við vorum jafnvel að spája að fara á Sýnavatn ef allt þróast á eins og það hefur verið að gera, sko. Já, á hvað hesti hefur þið? Þá ég farið með hann hérna Móa frá Hjaltastöðum. Hvar er hann? Hann er hérna. Þetta er algjör töffari. Eðal töffari þessi kall. Og góður, sko, svona. Þetta er svona sentilmaður, sko. Það er engin svona dólgsháttur í þessum, sko. Nei. Frúður og góður. Já, kurteis og, þú veist. Já. Ekkert vesen, sko. Og fjórgangari. Já. Og svona jafnar og fínar gangtegundir, sko. Já. Hvað með að fara í bæinn Ístöld? Er ekki kvennatveldinu framöndan? Jú, þegar maður er í stöði og allt gengur vel, þá getur vel verið að kannski kvennatöld Gusts. Getur vel verið. Já. Svona ýmislegt sem að væri gaman að kíkja á. Þannig maður sér þig fljótlega keppa í bænum kannski? Kannski. Aldrei að vita. Ertu með eitthvað tveimgangara? Já. Ég er með hann Seið frá Hörgslandi. Seiður frá Hörgslandi? Já. Hann er undan andvara frá Ey. Hann bara virkilega góður hestur, sko. Og hann er líka svona kurteis og gott geðsla. Já. Ekkert vesen. Nei, nefnilega, sko. Þetta er veseniskallinn, sko. Þetta er Sigur. Þetta er hann Sigur frá Húsavík. Þetta er mikill stórbokki og... Maður hugsa bara á... Hann er suttalegur, en þetta er bara... Hann er svo harður og hann er svo... Já. Hann er ekki allra. Hann er ekki allra, Nei. en hann er æðislegur. Þetta er kærasti minn. Já. Hann er frábær, sko. Þið eru gengið ágætlega á hann samt Já, já, við höfum alveg átt fullt af flottum mómentum á hann, sko. En hann er, þú veist, það er ekkert á hann að treysta, sko. Ef hann fer í haminn, sem hann gerir í 70% tilvika, í úrslitum, ef ég lendi í úrslitum, og hann fer í haminn, sko, þá er enginn heima. Nei. Þá er það bara, þú veist, næ ég að koma mér í gegnum þetta, þú veist. Já, það er svolítið svoleið, sko. Og hann svona, þá svíkur hann og hleypir engu að sér, sko. Þú veist, hann bara skellir í lás. Hann er rosalegur, sko. En svo er hann eins og hann er æðislegur hérna heima. Það nenni bara ekki þessu keppnisstandi ekki. Það er bara fyrir nóg. Bara að fá nóg að þessu. Já. Þetta er náttúrulega alveg frábær hestur, sko. Það er mikil ró yfir hesturinu. Já, já. Þeir eru alveg bara sallarólegir hérna kallanir. Og gellingarnar. Hérna eru gerðin, sko. Rambyggt af lokal hérna, já, svona játs. Okay. Heyrðu, ég er alltaf, út af ég er með smá svona aðdegnisbrest. Já. Og bara þessi hurðar hérna. Já. Það eru geðvökar. Já. Þetta er gamli... Þetta er bara gamli hlöðstílinn, skilur við. Þú veist, þetta er bara basic. Þetta er bara alveg... Þetta er svona útihúsahurð. Ekkert vesen. Þvílíkt flott. Já. Og sterk. Algjörlega. Og engin einangrun, bara timbrið sjálft. Já. Þetta hefur þú verið ákveðin að hafa. Þetta vildi ég hafa, sko. Áður og byggðir húsi varstu bara ákveð þetta? Já, fyrir löngu. Hún er tilbúið með hestinn, ef við kíkja á hann? Já, gjör það.
Já, þú bindur miklu vonum við þessa. Já. Já, ég gerði það. Ég held þetta sé bara mjög gott hross. Reyndaði hún kom náttúrulega með fyrsta verðlaun fyrir hæfileika. Já. Hún er með 8,5 fyrir tölt og er með 9 fyrir fet. Jæja, Finnur. Það var gaman að fá því að heimsa. Heyrðu, ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig. Takk æðislega. Bara takk fyrir komuna. Fá að biðja að koma í sveit næsta sumar. Ekki spurning. Ekki spurning. Og ég veit að mamma og pabbi borga með mér. Þannig að 10 skatt á mánuði. Já, svona þungur á fóðrum. Já. Og er svona smá óvirkur og vandrar bara vill ekki hafa mig, Reykjavík. Ok, ég skal, þú veist, ekkert maður. En takk fyrir okkur og ég þakka fyrir að sjá þig. Heyrðu, bara takk fyrir komuna. Frábært.